Góðan daginn öllsömul og velkomin á rásina mína. Þessi umfjöllun mín er tvískipt og þetta er sem sagt fyrri hlutinn. Í þessu fyrsta myndbandi ætla ég að fjalla glæpasamtökin Vestis sem gerði allt vitlaust úr New York, mestmegnis fyrir einhverjum 40-50 árum síðan eða svo. Ég hef alltaf haft svona soft spot fyrir þessu málefni, það er að segja skipulegum glæpum. Og þá sérstaklega þessum írsku mafíum og kannski er það út af þessum írsku genum sem leynast í flestum Íslendingum, ég veit það ekki en vonandi hafi allavega gaman af. Það eru nokkrar bækur þarna úti Vestis og ég mæli hiklaust með þessari bók eftir T.J. English. T.J. English hefur skrifað þó nokkrar bækur skipulega glæpi og ég vitna töluvert í verk hans hérna í þessu myndbandi. Allar bækurnar hans T.J. English eru nokkuð góðar og ef ég geri fleiri myndböndum aðra sambærilega hluti mun ég klárlega rýna betur í hans skrif. Vandamálið eru þetta heimildir. Þeir sem skrifa eða láta skrifa fyrir sér bækur skipulega glæpastarfsemi eru oftast þeir sem svikið hafa gamla hópinn sinn og vitna gegn þeim. Við þekkjum þá undir nafninu rottur. Slíkir heimildarmenn reyna oftast að fegra sinn hlut og eru oft ekki mikið skárri sjálfur en menninni sem þeir vitna gegn. Er til dæmis Samhita Bull Gravano eitthvað betri manneskja en John Gotti var? Ég er ekki viss það og ég veit að fjölskyldur fórnarlamba hans telja ekki svo vera. Flestar bækur eru hlutdrægar og einhliða. Það er bara svoleiðis. Það eru þó þarna úti nokkrir sagnfræðingar sem skrifa þessi mál og notast að mestu leyti við opinber dómsgögn í greiningu sínum og kyngja ekki hverju sem er frá þeim sem hafa borið vitni. Ég mun koma með fullt af staðhæfingum hérna sem ekki allir eru sammála. Það verður aldrei fullkomin sátt svona frásagnir, sérstaklega þegar svona langur tími er liðinn. Vestis voru glæpasamtök og þótt að allir meðlimir samtakanna hafi ekki verið írskir, þá er oftast talað þá sem írsku mafíuna. Þeirra yfirráðasvæði var Hell's Kitchen hluti Manhattans í New York. Á 8. áratugnum þá myndaði Vestis tengsl við Gambino fjölskylduna í gegnum Reutersmeo og þessi tengsl halda sér að minnsta kosti fram með valdatíma John Gotti. Þetta voru vissulega samtök með grind þar sem þú varst með einn foringja og svo menn undir honum og ákveðin svona virðingarröð, ekki ósvipað hjá ítölsku mafíunni. Það var engin blóðeiður eins og hjá Cosa Nostra eða neitt svoleiðis. Þetta var ekki eins formlegt og hjá ítölsku mafíunni. Í raun erum við bara að tala hópa af harðhausum úr Hell's Kitchen sem ákveða að sameinast. Meira að segja nafni Vestis kom ekki frá þeim sjálfum. Það var lögreglumaðurinn og NYPD goðsögnin Joe Coffey sem kom fyrstur með nafnið og fjölmiðlar tóku það svo upp. Enginn af þeim sem voru í þessum glæpahóp töluðu í byrjun sjálfa sig sem meðlimi Vestis. Þeim fannst þetta fyrst sinn allt saman hálf kjánalegt. Nafnið festist engu síður við það og þeir ákveða að rúlla með því þótt það hefði verið lögga sem gaf þeim nafnið. New York borg er þéttbýlasta borgin í Bandaríkjunum og eins og fjölmennust í heimi. Það vita allir eitthvað New York og borgin er svo mest ljósmyndaðast í heiminum. Borgin skiptist í 5 borgarhluta eða boroughs. Það er Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island og hlutan sem kemur mest til sögu í dag, Manhattan. Manhattan er minnsti en þéttbýlasti hluti New York borgar. Hell's Kitchen eða Clinton hverfi eins og það heitir opinberlega í dag er á Manhattan og þessi atburðar sem ég er að fara yfir á sér stað að mestu leyti í þessum hluta Manhattans. Það er ekki allir sammála hver kom með nafni Hell's Kitchen en ein saga segir að það hafi komið frá lögregluþjóni í byrjun 19. aldar og vitnaði nafni í hve harðneskjulegt svæði væri. Þetta er náttúrulega ekki nafn sem þetta er ekki aðlaðandi nafn. Þú vilt ekki flytja í hverfi sem er eldhús helvítis.
En íbúar hverfisins virðast vera sáttir við þetta nafn og eflaust eitthvað svona húmor í því að kalla það eldhús helvítis. En í eldhúsinu bjuggu mest svona harðausa hafnarverkamenn og írskir slagsmálahundar og vantraust íbúa á yfirvöldum var algjört og þetta er svolítið svona lykilatriði í atburðarásinni að það er að kannski það sem gerði Vestis svolítið sérstaklega þeir drápu kannski menn og það voru tugir vitna bara út á miðri götu miðan dag drápu þeir einhvern og fólk kjaftaði alveg sín á milli vissi allir hverjir eru gert þetta og allt það sko en aldrei var fólk tilbúið að fara alla leið og bera vitni gegn viðkomandi glæpamenn jafnvel þótt að það hefði verið einhver vinur sem var drepinn það bara var ekki gert. Ein ástæða þess að ítalska mafía náði hverfinu aldrei alveg undir sig var að ELA, sem sagt verkalýðsfélag 50.000 hafnarverkamanna, var með sterk ítök í hverfinu þar sem höfnin er hluti af hverfinu og verkalýðsfélagi hikaði ekki við að beita fyrir sig, við skulum segja, vafasömum aðferðum. Innan raða ELA voru fjölmargir glæpamenn sem voru ekkert mikið skárri en mafían, ef eitthvað skárri. Á þessum tími kringum aldamótin og 1900 og langt fram yfir seinna stríð var verkalýðsbaráttan ekkert í líkingu við það sem hún er í dag. Oft á tíðum voru það hrottar atvinnurekenda á móti hrottum verkalýðsfélagsins sem afgreiddu vinnudeilur. Menn voru lamdir í klessu, pyntaðir og jafnvel myrtir í nafni stéttabaráttu. Og svo fylgdi einmitt líka svona sem er alltaf fylgt svona stórum verkalýðsfélögum, það er alveg gríðarleg spilling sem glæpamenn eru fljótir að nýta sér. Kvikmyndin On the Waterfront með Marlon Brando er einmitt þessa stöðubaráttu á hafnarsvæðinu í Hell's Kitchen og lýsir ágætlega tíðarandanum. En hún er tekin upp í Hell's Kitchen á byrjun 7. áratugsins og veltir upp svona ákveðnum siðferðislegum spurningum sem aðalsöguhetjan þarf að glíma við. Einn af þessum glæpamönnum sem kom upp í gegnum ELA var Eddie McGrath sem stjórnaði undirheimum Hell's Kitchen áratugaskeið ásamt hægri hönd sinni Huey Mulligan. En Eddie McGrath er hann til vinstri og Huey er til hægri á myndinni. Þetta eru glæpamenn af gamla skólanum með ólíkar aðferðir en Vestis innleiddu. Og í þessari frásögn er einmitt, hún er svolítið lituð af þessu, þetta er svona gamla klísjan, svona nýji skólinn á móti gamla skólanum. Og þessar deilur í raun og veru stigmagnast hana rétt áður að Vestis taka við á miðjum 8. áratugnum. Það er ekkert að tala Vestis eða skipulagða glæpastarfsemi á Manhattan án þess að tala Jimmy Coonan. Coonan er líklegast aðalsöguhetjan eða aðalskúrkurinn í þessari frásögninni. En hver er James Michael Coonan? Jimmy Coonan er fæddur 1946 og aðeins 18 ára gamall er hann heldur betur farinn að láta til sín taka í Hell's Kitchen og orðinn í raun og veru frægt nafn í undirheimunum. Það kannski sérstakt með hann með við marga aðra er það að hann og bræður hans sem flestir eru líka glæpamenn að þeir koma alveg úr ágætis heimili. Það var engin skortur. Þau áttu nú pening og fara saman með fyrirtæki og annað slíkt en samt ákváðu þeir einhvern veginn að fara þessa leið. Þeir sem þekktu Coonan á svona hans yngri árum tala hann sem alvarlegasta ungling sem þeir höfðu nokkuð tímann umgengist. Brosti lítið og tók öllu frekar alvarlega. Allir vinir hans voru miklu eldri og Coonan var langt á undan öllum sínum jafnöldurum í þroska og nærveru. Hann var lágvaxinn en vöðvamikill og nautsterkur frá náttúrunnar hendi. Ef það einhvern tímann inni í dyrunum þá er það svona þessi típiski lágvaxni rotari, svona naggur sem allir þurfa að passa sig á.
Það sjaldgæft að svona ungur glæpamaður fari fyrir hópi manna sem allir eru eldri en hann og sjálfir harðsvífaðir glæpamenn, nauðgarar, dópsalar og morðingjar. Kúnan var alltaf metnaðarfullur glæpamaður og sem ætlaði sér frá unga aldri að ná langt í undirheimunum. Þrátt fyrir að vera líkamlega öflugur, þá var það fyrst og fremst tilhneiging hans til að beita fyrir sér vopnum algjörlega hiklaust, sem gaf honum það orðspor sem hann nýtti sér í undirheimunum. Ef Jimmy Coonan kæmist upp með að drepa þig fyrir smávægilegar sakir, þá gerir hann. Í undirheimunum þá kemst þú langt á orðsporið þínu og Coonan passaði sig á því að beita reglulega yfirdrifnu ofbeldi til að viðhalda þessu sama orðspori. Til dæmis seinna með þegar hann fer út í okurlánastarfsemi og annað slíkt, þá var það bara viðskiptamódel hans þannig að alltaf reglulega þá tók hann bara eitthvað nafn úr hattinum og ákvað að drepa hann. Jafnvel þótt að viðkomandi skulda honum peningu, hann myndi tapa peningum. Þetta leit hann bara á sem ákveðin fórnarkostnað, eitthvað sem þú yrðir að gera, svo að allir hinir sem skuldaðir pening fá ekki einhverjar hugmyndir. Þetta náttúrulega verulega krikka og meira þótti mér að vera það á þessum tíma. Að menn sem jafnvel hann vissulega myndi borga, hann ákvað samt að drepa á. Til þess að svona, já, eins og ég sagði það, viðhalda þessu orðspori sín og gera hina hrædda. Coonan skaut einu sinni mann til bana sem keyrði utan í bílinn sinn. Greiðmaðurinn bakkar utan í bíl sem lagt fyrir framan Club 596 sem bara í eigu Coonans og kemur töluvert í sögu hérna á eftir. Ökumaðurinn ákveður að vera heiðarlegur, ekki sniðugt, og labbar inn í barinn og spyr hver eigi bílinn. Þetta endar með því að Jimmy Coonan, eigandi bílsins, sem myrðir ökumanninn fyrir fram að fullt af fólki. Ég meina, barinn fullur af viðskiptavinum og hann bara skýtur hann á miðju barkólum. Þetta var ekki eina skipti sem hann gerði eitthvað svona algjört rugl. Hann skaut einu sinni leigubílstjóra fyrir að rífa kjaft við sig út á miðri götu fyrir fram að 2 löggur, en sá lifði sem betur fyrir af. Það einmitt svona hvatvísi sem átti stóran þátt í því af hverju fólk var skíthrætt við Coonan og restina af Vestis. Unglingurinn Jimmy Coonan fer í stríð við ráðandi öfl í hverfinu, aðallega af persónulegum ástæðum sem ég mun útskýra betur hér á eftir. Hell's Kitchen á 7. og fram til miðjan 8. áratug stjórnaði Mickey Spillane sem eins konar írskur doni í hverfinu og mjög merkilegur karakter. Rétt eins og Coonan þá ákvað Spillane snemma að hann ætlaði sér að vera glæpamaður, en ólíkt Coonan þá ólst Spillane upp við bara mikla erfiðleika. Faðir hans deyr þegar hann ungur og hann þurfti bara að gjöra svo vel að fara út og þéna pening. En honum leiddist að vinna svona erfiðisvinnu, þannig hann ákvað bara að, það bara auðveldast að vera glæpamaður, kaupi sér byssu og byrjar að ræna búðir og líka fólk út á götu, verður svona stick-up menn eins og þau segja. Og það einmitt, sjáum þessa mynd hérna, þá sjáum við einmitt 16 ára Spillane liggja í götunni eftir að hafa verið skotinn af lögregluþjóni við ránstilraun og félagi Spillane þarna með hendur uppi við vegginn. En þetta kringum 1950 eitthvað og þannig var það þá á þessum tíma að löggan mátti í rauninni skjóta þig, jafnvel í baki ef þú varst að flýja af vettvangi. Spillane rændi meðal annars krá sem var undir verndarvæng Huey Mulligans og í staðinn fyrir að láta hann finna fyrir því, berja hann eða jafnvel gera eitthvað verra við hann, þá leist Mulligan svona vel á stráksa og ákvað bara að bjóða honum vinnu. En Mulligan var strax mjög vel við Spillane. Hann var sjarmör þessi strákur og svona myndalur náungi og hann sá fyrir sér þarna væri við komið með eitthvað framtíðarleiðtoga. Mulligan hafði nefnilega vita á því eins og forveri hans Eddie McGrath að hætta á toppnum og fara bara á eftirlaun, flytja til Flórída og búa við ströndina. Mulligan gefur Spillane allt heila klappið og Spillane fljótlega viðurkenndur sem kóngurinn í Hell's Kitchen af ítölsku mafíunni þegar hann tekur við af
Hugh Mulligan í kringum 1960. En það mjög mikilvægt að vera viðurkenndur af eins og Cosa Nostra og svona öðrum glæpasamtökum og það þýðir það að ef ykkur er að fara inn á þitt svæði með einhvers konar starfsemi, bara vændishús eða eitthvað fjárhættu spila hvað sem þá þarf hann í raun að fá leyfi frá viðkomandi hverfisforingja og borga honum væntanlega einhverja 10 eða slíkt. Þannig að Spillane þetta var einn af stóru köllunum í New York, það var engin spurning. Það er erfitt að setja sig inn í tíðarandann sem ríkti á þessum árum í Hell's Kitchen, sérstaklega fyrir eitthvað svona náunga á Íslandi. En fullt af hlutum í dag sem í dag þykja vera 100% óásættanlegir voru nær daglegt brauð á götum New York-borgar á þessum tíma. Til dæmis voru mannrán algeng og Spillane var frægur fyrir að ræna fólki og fá lausnargjald frá fjölskyldum þeirra eða vinnuveitenda. Þetta er mjög súrrealist, til dæmis ein saga var þannig að það var náungi, hann var skósmiður eitthvað álíka og svo hringi allt í nýjan glæpamennir og þeir eru bara með höfuðstöðvar hinum við götuna og þeir segja við eiganda búðarinnar eða verkstæðisins að við erum bara með skósmiðinn í haldi, þú eru að borga okkur pening og við sleppum honum með að þá bara við brjótum honum hendurnar, hann getur ekki unnið fyrir þig næsta hálfu árið eða hvað sem það er. Og þetta var bara raunveruleikinn. Svo hann bara í haldi þarna í Krá sem beint á móti fyrirtækinu og í raunveru sleppt þegar allir hafa borgað og það einhvern veginn að leita til lögreglunnar, það var aldrei option. Já, þetta voru vissulega öðruvísi tímar. Fólk hikaði við að leita til lögreglunnar og svona mál voru oft leyst glæpamanna á milli. Spillane rændi einnig töluvert af glæpamenn og meðal annars mafíósum frá hinum 5 fjölskyldunum. Margir hafa aldrei skilið af hverju írska mafían úr Hell's Kitchen komst upp með svona mikið því Cosa Nostra, þessar 5 fjölskyldur eru búin að vera dóminerandi í undirheimum New York alveg síðan fyrir kreppuna miklu. Færa má rök fyrir því að þessi mannrán hafi nú samt átt stóran hlut í því af hverju kóngurinn Spillane féll, en afdrifaríkasta mannránið var ekki á mafíumeðlimi eða glæpamanni. Nei, Spillane rændi endurskoðanda að nafni John Coonan, sem var enginn annar en faðir Jimmy Coonan. Óhætt að segja að skapstóri Jimmy hafi tekið þessu illa og þráttur að vera aðeins rétt rúmlega unglingur að aldri sór hann þess eyða jafna Spillane. Hann byrjar á því að hringja heim til Spillane og senda honum einhverjar svona hótanir og hótunarbréf og Spillane lætur þá berja pabba hans alveg í spað og hótanir hætta en þá fer Jimmy ásamt Jackie eldri bróður sínum, þeir fara bara af stað og safna í hóp með það markmiði að taka yfir hverfið og drepa Spillane. Spillane var svona talað hann sem svona the last gentleman gangster og var í raun og veru svona með þeim svona síðustu svona glæpamönnunum, svona klassísku glæpamönnunum af gamla skólan, svona glæpamaður sem þreifst í svona umhverfi áður en að eiturlyfin voru búin að breyta öllu. Það ákveðin rómantík í því að kalla hann the last gentleman gangster, af því hann í raun og veru bara, þetta var bara glæpon, blóðsuga í raun og veru, en hann svona hafði þá hæfileika að hann gat líka umgengist stjórnmálamenn og verkalýðsforingja, gat alveg litið vel út á yfirborðinu. Og er einmitt með mynd af honum á brúðkaupsdeginum, en hann gifti sig inn í McManus fjölskylduna sem voru valdamiklir demókratar á svæðinu og þannig Spillane kom með beina tengingu inn í pólitíkina í New York. Þetta var ekkert óheyrt á þessum tíma, skilin á milli undirheimanna og þessi löghlýðna borgara var á mun grárra svæði en það er í dag. Þrátt fyrir að hafa orðspor á sér sem svona herramaður var Spillane eiturharður og það gat enginn staðið á móti honum í þessum hefðbundnu fylleríslagsmálum.
En Íranir eru jú frægir fyrir sín pubbaslagsmál og þú þarft að vera ansi harður til að vinna þarna orðspor sem slagsmálahundur á 7. áratugnum í Hell's Kitchen. Það er alveg á hreinu. Spillane er með puttana í öllu í Hell's Kitchen og mikill áhrifamar í hverfinu. Ekki bara með tengsl í undirheimunum heldur einnig í verkalýðsfélög og pólitík. Írska mafían hafði alltaf í sögulegu samhengi stjórna Hell's Kitchen og Ítalinn leyfðu þeim nokkuð veginn að fara sínu fram svo framalega sem þeir fengu sín skelf. Sko, þrátt fyrir að mafían hafi ráðið öll í New York á þessum tíma, hugsuðu þeir sér tvisvarum áður en þeir vaða í Spillane og gengi hans sem var ansi stórt og mjög hættulegir einstaklingar þar innanborðs. Mafían vissi alveg að við getum tekið allt saman yfir en þeir höfðu áhyggjur af fórnarkostnaðinum. Persónulega þá fatta ég ekki af hverju var ekki löngu búið að drepa Spillane en á endanum reynur og ofmetur hann sinn eigin styrk og fær, já, má segja makleg málagjöld. Því þrátt fyrir rómantíkina og þessa glansmynd af Spillane og öðrum glæpamönnum af hans kynslóð var hann ekkert annað en blóðsúga glæpamaður, rétt eins og allir hinnir mafíósar. Þótt Spillane hópurinn hafi verið skárri en Vestis þá sóttu þeir allir vatn úr sama brunni. Spillane var öflugur harkari. Allt sem tengdist skipulagðri glæpastarfsemi í Hell's Kitchen fór í gegnum hann og gengið hans. Fjárhættuspil, okurlánastarfsemi og þeir voru einnig stórir eiturlyfjaselar. Spillane eins og svo margir glæpaforingjar úr mafíunni og öðrum samtökum var hræddur að eiturlyfjasala myndi hræða í burtu vini hans úr stjórnmálum og verkalýðsbaráttu þannig að hann leyfði mjög takmarkaða sölu í eigin hverfi og vildi helst halda sterkum efnum í burtu þótt hann tæki að sjálfsögðu pening frá eiturlyfjasölum. Þessi þvæla að mafían hafi ekki viljað eiturlyfjasölu er 100% þvættingur, lífseig saga sem á sér enga stoð í raunveruleikanum. Allar 5 fjölskyldunar græddu milljarða á sölu eiturlyfja. Þó þar væru mismikið í þeim bransa hverju sinni. Bonanno fjölskyldan hefur alltaf verið með sterk tengsl inn í heróín, sölu og annað slíkt. Til dæmis einn virtur mafíusérfræðingur sem ég hlusta töluvert á heldur því fram að Lucky Luciano hafi verið stærri eiturlyfjasali en Pablo Escobar. Ég veit svo sem ekki hvort að það sé satt en ég veit að tenging mafíunnar við eiturlyf er óyggjandi staðreynd. Maður heyrir stundum því hent fram hver er munurinn á raunum bara glæpagengi og mafíu. Það er ekkert eitthvað, þetta er náttúrulega svolítið huglægt mat en flestir vilja meina að það sem aðgreinir venjulegt glæpagengi frá mafíu er fyrst og fremst tenging við stjórnmálamenn og verkalýðsfélög. Í gegnum slíkt tengslanet er hægt að redda hagstæðum lánum frá verkalýðsfélögum, alveg svo mafían gerði þegar þeir byggðu spilavíti í Las Vegas og einnig setju svokölluð no-show jobs, þar sem þú mætir ekkert í vinnuna en fær samt launin þín, lífeyrisréttindi og svo framvegis. Af því ef þú ert glæpamaður þá náttúrulega verður að þú verður líka að geta fengið lán í banka og sýnt fram á einhverjar tekjur og þá koma einmitt svona tengsli sér mjög vel. Það er einmitt töluvert komið inn í þetta í The Sopranos. Ef þið eru að horfa á þetta vídeó þá hljótið þið að hafa horft á þá þætti. Óhætt er að segja að Spillane og seinna með Vestis voru svo sannarlega miklu meira en bara enn eitt gengið í langri glæpasögu New York borgar. Gengi eins og Blood, Crips eða Latin Kings hafa aldrei getað mútað verkalýðsfélögum eða fjármálastofnunum eða riggað réttarhöld og útboð upp á marga milljarða. Það er það sem aðskilur í raun og veru götugengin frá mafíósum. Vestis voru með sterk tengsl inn í ákveðin verkalýðsfélög og nýttu sér slíkt til að græða pening. Einu sinni tóku þeir rafmagnið af Madison Square Garden því þeir voru ósáttir við fjölda no-show starfa. Einnig unnu þeir skemmdir á flugmóðurskipinu USS Intrepid af sömu ástæðum. Það er hálf súrrealískt að hugsa til þess að ameríski sjóherinn hafi þurft að borga einhverjum írskum fyllibittum í Hell's Kitchen verndunargjald en þannig var það samt.
Í kvikmyndinni State of Grace skemmtilegt atriði sem gerist fyrir framan flugmóðurskipið þar sem írskir glæpamenn takast á við á ítölsku. Mæli með þeirri mynd. Árið 1966 og hinn tvítugi Jimmy Coonan brjálaður yfir því hvernig Spillane fór með föður sinn. Coonan og eldri bróðir hans ætla sér að ná hefndum en Jackie sama ára dæmdur fyrir morð og tekur ekki þátt í neinum hefndarleiðangrum á næstunni. Faðir Coonans virðist hafa verið óttalegur betameil. Konan hans hélt fram hjá honum margoft og allt hverfið vissi af því. Coonan hlýtur að hafa skynjað þetta og ætlaði að sanna fyrir öllum að hann væri ekkert líkur pabba sínum að þessu leyti. Kvöld eitt fer Coonan einsamall upp á þak á íbúðarhúsi sem beint á móti bar sem Mickey Spillane á. Coonan biður eftir því að Spillane og félagar koma blindfullir út eftir hörkudjam og fretar yfir hópinn úr grískön vélbyssu. Þeir sjá strax hver þetta Það glittir í ljósu lokkana hans Coonans þannig upp á hústaki, en þeir geta ekkert annað en að bara leita skjól og biðja eftir því að Coonan klári skotin. Og Coonan fretar hann klárar einhver 2 magasín og stingur svo af. Ótrúlega en satt þá dó enginn í þessari skotarás, en stríðir hafi í Hell's Kitchen á milli þessara tveggja hópa, gamla kynslóðin á móti Jimmy Coonan og skósveinum hans. Eftir þessa skotarás hverfi í hálfgerðu lockdowni. Það að segja allir eru varir sig og sérstaklega þeir sem tengjast beint inn í þessi átök. Menn þurfa að velja hvort þeir standi með núverandi valdhöfum eða uppreisnararmi Coonan-bræðra og margur glæpamaðurinn á erfitt með að gera upp á milli. Spillane þarna náttúrulega með töluvert meira svigrúm en Coonan-bræður og fær til sín leigumorðingja úr öðrum borgum og það meðal annars hópur frá Boston sem að fara hverfið með það eina markmið að drepa Jimmy Coonan og alla þá sem tengjast honum. Það allir drullu nájaðir og hvað gerist alltaf í svona deilum? Það alltaf eitthvað svona saklaust fólk sem lendir í því. Eðlilega Jimmy Coonan á tánum og hræðilegur atburður á sér stað skömmu eftir skotárásina sem dregur heldur betur dilk á eftir sér. 2 ungir utanbæjarmenn að djamma í Hell's Kitchen og bara gera það sem ungir menn gera, drekka, dópa og rinna á sér konur. Þeir þekkja engan í hverfinu og hafa engin tengsl við neinn í Hell's Kitchen og hafa þetta ekki hugmynd það hvað í gangi hana í undirheimunum. Fljótlega fær Jimmy Coonan hringingu frá barþjóni að það séu 2 grunsamlegir menn sem enginn kannist við að flakka á milli skemmtistaða. Þarna kikkar paranoian inn. Coonan og félagar eru viss að þetta séu leigumorðingjarnir frá Boston. Coonan ásamt 2 öðrum fara á stjá og finna þessa ungu menn á bar á 43. götu. Að vera glæpamaður gengur auðvitað töluvert út á ímyndina. Þess vegna þessi klísja glæpamenn. Þú sér það sem klæðast öllu svörtu og með kannski svona krúnurrakar og með skegg og tattoo og allir þessi pakki. Því að flestir glæpamenn gera út af það að vera grimmilegir og reyna að líta út eins og alvöru krimman. Spila upp á þetta mafíulúk. En Jimmy Coonan hins vegar hafði annað með sér sem gagnaðist honum að einhverju leyti í þessum undirheimum. Coonan leit aldrei út eins og glæpamaður. Hann leit miklu frekar út eins og þessi típiska írska lögga. Ljósæru frekar lágvaxinn en vöðvamikill. Hann klæddi sig löggulega, gekk með eins byssuhulstur og löggan gerði og oftast með Colt 38 Special í hulstrinu. Þetta kvöld setja þeir upp áætlun að þykjast vera löggu svo þeir geti handtekið og sett þessa grunlausu menn í járn, þannig þeir eru algjörlega varnarlausir. Þetta lögreglutrix var ekkert óalgengt á þessum tíma. Stundum voru meira þess alvöru löggur með í ráðum. John Gotti þóttist stundum vera lögga en hann var ekki beint með lögguútliti með sér eins og Coonan. Áætlunin allavega byrjar ágætlega. Coonan og félagar hans drógu upp falsa lögregluskilti og handtóku þessa ungu menn
Settu þá járn og tróðu í bifreið sem ekið var á afvikinn stað. Þar eru þeir hnakkaskotnir og skilnir eftir til að deyja. En annar af þessum mönnum lifir þrátt fyrir að hafa verið skotinn í höfuðið og ber á endanum vitni gegn Jimmy Coonan og félögum. Coonan fær fangelsisdóm en er afar heppinn með lögfræðing og losnar úr fangelsi endanlega þegar skilorði lýkur 1976. Framan af var þetta lenskan. Coonan hafði átt heppnina með sér í nokkrum réttarhöldum og slapp gjarnan með skrekkinn. Í einhver ár er hann á skilorði fyrir morðið, skilorð sem hann margoft braut og var inn og út úr fangelsi næstu 10 ár. Þar sem Coonan var í fangelsi róaðist ástandið í hverfinu og fljótlega var aftur svona business per usual og Spillane hélt áfram að stjórna öllu. En þegar að Jimmy fer á skilorð þá fer hann beint aftur út á götu og bara gera það sem hann gerir með markmiði að steypa Spillane af stól. Þessi ár í fangelsi hafa ekkert gert til að róa Jimmy Coonan. Hann er einbeittur sem aldrei fyrr, ætlar sér að ná völdum í hverfinu og drepa Spillane. Jimmy setur saman hóp af mönnum sem fer hverfið, rænir og pyntar alla þá sem ennþá standa með Spillane. Einn af þeim sem Jimmy ræðir til sín er Mickey Featherstone, einn frægasti morðingi í New York á þessum tíma. Mickey Featherstone er einn af athyglisverðustu náungunum í þessari sögu og var einu sinni kallaður hættulegasti maður New York borgar og það ekki af ástæðulausu. Francis Mickey Featherstone er fæddur í Hell's Kitchen árið 48 og þar leiðandi á svipur reki á Jimmy Coonan. Featherstone ólst upp í Hell's Kitchen ásamt 8 systkinum sínum og þótti framan að vera bara frekar efnilegur drengur. Hann var góður í hafnabolta og altaristrengur. Featherstone er ljósari eins og Coonan og var þekktur fyrir sitt barnslega og sakleysislega útlit, sem er nokkuð kaldhæðnislegt í ljósi sögu hans. Hann var lagður í grimmilegt einelti sem barn og glímdi snemma við alvarlegt og þunglyndi. Aðeins 17 ára gamall skráir hann sig í herinn og er fljótlega sendur til Víetnam. Víetnamstríðið er þarna í fullum gangi og töluvert margir af þeim sem börðust þar komu til baka algjörlega snarruglaðir. Sögur eru á reiki hve mikið Featherstone tók þátt í bardögum en ljóst er að stóra hluta af dvöl sinni vann hann í vöruhúsi hersins langt frá víglínu, þrátt fyrir að vera kominn inn í sérsveitir hersins The Green Beret. Samkvæmt skýrslum frá hernum átti Featherstone í vandræðum með áfengi og eiturlyf í Víetnam og það var ein af ástæðum þess að honum var að mestu leyti haldið frá átökum. Árið 1967 fær Featherstone að hætta í hernum af heilbrigðisástæðum en á þessum tíma er nokkuð ljóst að hann glímir við alvarleg andleg veikindi. Mickey Featherstone var og er eflaust ennþá geðveikur. Það er engin vafi á því. Eftir Víetnam var Featherstone inn og út af geðveikrahælum. Þrátt fyrir að vera einn hættulegasti maður New York borgar var Featherstone aðeins sirka 1,70 á hæð og aldrei meiri en einhver 70 plús kíló. Ef hann gat ekki barið þig, þá náði hann bara í vopn til að jafna leikinn. Fræg saga er af því þegar Featherstone sat í Rikers-fangelsinu. Allir í almennu vissu hver hann var og það datt engum í hug að rugla í honum, nema einn ólánsamur fangi. Risastór fangi nýkominn inn sér Featherstone sitja einan á bekk skrifandi bréf til kærustu sinnar. Þarna sér fanginn auðvelt fórnarlamb og fannst það vera góð hugmynd að rífa harkalega í eyrað á Featherstone. Svona svipað og gert var við óþekkt börn í gamla daga. Fangaverðirnir heyra öskur og á gólfinu liggur stóri fanginn haldandi augað á sér. Featherstone náði með blýant af vopni að rífa augað á fanganum og setti svo niður mjög rólegur og hélt áfram að skrifa eins og ekkert hafi gerst. Það er ótal svona sögur Featherstone sem drap fólk og gleymdi því svo nokkrum mínútum seinna. Það gerðist oftar en einu sinni. Eftir fyllerí kannski vaknaði hann, allur út í blóði og fékk svo að frétta það frá okkur vinum sínum að hann hefði stungið eða jafnvel drepið mann. Eftir ótal tilviljunarkenndar líkamsárásir fær Mickey Featherstone loksins dóm fyrir að skjóta hóp manna sem eru mættir fyrir utan bar til að gera upp sakir frá því fyrr kvöldið. Mickey er heima hjá foreldrum sínum þegar hann fær símtal frá vini
sem segir að hópur manna frá New Jersey sé mættur fyrir utan barinn með alvæpni til að stúta þeim. Featherstone fer og nær í riffil sem pabbi hans átti, plantar sér á bak við runna nálægt barnum og byrjar að skjóta á Jersey-gengið. Þarna er Featherstone heldur betur í gír og ímyndar sér að hann sé kominn aftur til Víetnam. Sem betur fer var riffillinn aðeins 22 kalibera sem með minnsta sem þú getur fengið og enginn dó en hann særði einhver 7 manns eða eitthvað. Fyrir þetta fær Featherstone einungis skilorð en dómurinn er vægur þar sem tekið tillit til herþjónustu hans sem og andlegra veikinda. Mickey er í raun og veru gangandi tímasprengja og árið 1971 lendir hann í rifrildi við mann að nafni Linwood Willis á bar í Hell's Kitchen. Willis var ekki upprunalega úr hverfinu, stór og mikill sveitastrákur, redneck, sem fór með yfirgangi og læti. Þessi rauðháls virtist ekki alveg skilja hvernig hlutinni gengu fyrir sig og hefur svo sannarlega ekki átt að abbast upp við Featherstone og vini hans. Kvöldið er bara rétt byrjað þegar Willis og Featherstone fara að rífast, slagsmálin berast út og dyravörðurinn ná að stilla til friðar. Willis fer aftur inn á barinn og heldur eflaust að Featherstone sé búinn að fá nóg. Featherstone fer hins vegar inn á Club 596 sem er bar í eigu Jimmy Coonan. Á þessum tíma er Jimmy Coonan nýlaus úr fangelsi eftir enn eitt skilorðsbroti fyrir morðið og morðtilraunina 66 og situr á sumbli með félögum sínum. Coonan og Featherstone þekkjast þarna ekki mikið en svona vita af hvor öðrum. Featherstone biður byssu og án þess að hika lætur Coonan að fá 25 kalibera Berettu sem var vinsæl morðingjabyssa á þessum tíma. Featherstone kunni alltaf virkilega að meta það hvernig Coonan studdi hann skilyrðislaust án nokkurra spurninga og hafði það áhrif á það af hverju hann samþykkti nokkrum árum seinna að vera hluti hans glæpa. Coonan er þarna á skilorði en er tilbúinn að í raun og veru hætta frelsi sínu fyrir bara eitthvað sem er í raun og veru bara í besta falli kunningi hans. En Coonan var þannig að hann stóð nú framan af oftast með strákunum úr hverfinu. En allavega aðeins nokkrum mínútum eftir að fengi byssuna er Featherstone mættur aftur á barinn, býður Willis að fara út með sér þar sem hann skýtur á milli augnanna. Fljótlega er Featherstone handtekinn og farið fyrir framan dómara. Featherstone er hins vegar sýknaður vegna geðveiki, a reason of insanity, og er næstu árin á geðveikrahæli. Frá árunum 71-75 er Featherstone inn og út á geðveikrahælum en er að lokum útskrifaður og metinn hæfur til að ganga laus. Á þessum tíma má segja ákveðið lagalegt tómarúm hafi ríkt. Dómskerfið nær ekki utan þá sem eru metnir ósakhæfir og þess vegna sleppur Featherstone svona vel. Þetta er morð númer 2 sem honum er bara sleppt út af. Einnig líka almennt voru dómar ekkert alltaf svona harðir eins og þeir eru í dag. Þú gast vissulega að sé harða dóma en ef þú varst með þokkalegan lögfræðing þá gátu þú séð dóma sem er kannski bara svona svipaður og er á Íslandi í dag. Árið 1975 er Featherstone endanlega útskrifaður af geðveikrahælinu og hangir mikið á stöðum eins og Club 596, staður sem er löngu orðinn alræmdur og einnig á Sunbright-barnum, en báðir þessi staðir eru í eigu Jimmy Coonan og eðlilega er Coonan og hans hópur mikið þarna í kringum Featherstone. Menn eins og Coonan eru náttúrulega fljótir að stökkva á menn eins og Featherstone og reyna að nýta sér svona þetta orðspor en á þessum tíma er í raun og veru búið að dæma Featherstone fyrir 2 morð en eins og áður hefur komið fram hann er sýknaður vegna þess að hann er geðveikur. Og svo voru núna önnur morð sem ekki komist upp. Þannig að það er mikill fengur fyrir Coonan að fá Featherstone og Coonan byrjar svona að vingast við hann og hendi hún svona bjórpening og svona smá pening hér og þar og gefa hún smá vinnu. Og smá sem að verða þeir góðir félagar og Featherstone samþykkir að ganga til liðs við hans og Vestis verða til. Featherstone verður hægri hönd Coonans og aðal böðullinn fyrir samtökin.
Ég tala aðeins aftur myndina hérna, þetta State of Grace, við erum hana með Gary Oldman og Sean Penn og fleiri góða leikara. En þessi mynd að miklu leyti byggð á Vestis og ágætis afþreying. Hún frá 1990 og er tekin upp í Hell's Kitchen og þarna má sjá mikið af þessum stöðum í myndin sem ég akkurat að tala um. Karakteri sem Gary Oldman leikur víst að hluta til byggður á Featherstone og leikarinn gerði náttúrulega það sem allir svona góðir leikarar gera, vann ákveðna svona rannsókn, rannsakaði karakterinn og ræddi við marga sem þekktu Featherstone. Það má alveg sjá hérna, hann svolítið að stela töktunum hans. Featherstone lítur að vera mjög sáttur við það að fá svona kanónu eins og Gary Oldman til að leika sig að því. Þetta þeir gerast nú ekki mikið betur en Gary Oldman. Á þessum tíma að fjara allverulega undan Mickey Spillane. Miðjan 8. áratuginn var ákveðið að byggja Jacob K. Javits sýningar og ráðstefnumiðstöðina í Hell's Kitchen. Þetta var risa framkvæmd, meira að segja á New York mælikvarða. Þarna gerir Spillane eiginlega eina af sínum seinustu risastóru mistökum. En hann bannar mafíuna að starfa hana þar sem ráðstefnumiðstöðin á hans svæði. Þarna misreiknar Spillane sig heiftarlega og ofmetur í raun eigin styrk. Vissulega eru framkvæmdirnar á hans svæði en stærðargráðan á verkinu bara slíkt að þú þarft að deila þessu með öðrum hópum. Þetta sætti mafían sig að sjálfsögðu ekki við og ákveður að nóg sé nóg. Nú þarf að draga tennurnar úr Spillane og samtökum hans í eitt skipti fyrir öll. Ítalska mafían loksins búin að fá nóg á honum og þá sérstaklega Genovese fjölskyldan. En hérna erum við með mynd af Fat Tony sem fór fyrir fjölskyldunni. Fjölmargir úr innsta hring Spillane eru myrtir og Fat Tony sem þá var opinber guðfaðir Genovese fjölskyldunar sendi sinn besta leigumorðingja Joe Mad Dog Sullivan til að drepa alla þá sem kenna sig við Spillane og samtök hans. Joe Sullivan var morðingi og glæpamaður af lífi og sál. Líklegast þá eini sem náði að flýja út úr öryggisdeild Arica-fangelsis sem eitt það alræmdasta í sögu Bandaríkjanna. Einn lögreglumaður sem vann að þessu máli sagði að Sullivan minnti sig á karakterinn Antoine Sugar úr kvikmyndinni No Country for Old Men. Önnur mjög góð mynd. Sullivan tók leigumorðingja starfið alvarlega, fór í gervisett af sér brúnkukrem, hárkollur og svo framvegis til að rugla rannsakendur í rýminu. Hann þurfti aldrei að hella í sig kjark eða dópa sig upp. Leigumorð voru hans starfsgrein og hann var ansi góður í faginu. Það ánægjulega kaldhæðnislegt að Ítalarnir skuli hafa sent írska leigumorðingja til að jafna Spillane-gengið. Allir í þessum heimi eru auðvitað falið fyrir réttan pening og ég tel svona almennt sé gert mikið út úr þessum Írland á móti Ítalíurík. Ég held svona við sjáum alveg þvert á þessi samtök. Það fullt af Írum sem vinna með mafíunni og fullt af Ítölum sem vinna með til dæmis og Vestis. Það var einn Ítalíu Vestis til dæmis, þannig að ég held svona að þegar allt kemur til alls þá gert svolítið mikið út úr þessum rík þótt hann sé vissulega til staðar. En allavega á þessum árum, svona 76 til 77, talið að 70 manns og samtökum Spillane hafi verið myrtir af Sullivan og fleiri leigumorðingjum sem Cosa Nostra sendi inn í hverfið. Það bara búið að þurrka út samtök Spillane, það ekki hægt að segja það öðruvísi. Allir hans, sérstaklega svona í þessum innsta hring, þessum svona mönnum sem hann treysti fyrir ofbeldisverkum og öðru slíku, þeir eru dauðir, þeir eru búið að drepa á alla. Þannig Spillane ákveður að flýja yfir í Queens-hverfið og skilur þar leiðandi eftir sig ákveðið tómarúm sem kúnan fljótur að nýta sér. Að því framboð og eftirspurnin eftir glæpum hverfur ekkert með Spillane, þannig að kúnan hoppaði bara þannig inn í og með þessum flutningum þá játar Spillane sig sigraðan og vonast eftir því að nafn hans falli í gleymskunnar dá og fá að setjast í helganstein eins og McGrath og Mulligan forverar hans gerðu. En munurinn samt sá að forverar hans, þeir fóru alla leiðina til Flórida. Þú ert ekki lengi að skreppa frá Manhattan yfir í Queens og
Og þarna enn ein mistökin sem Spillane gerði. Hann væri eflaust lifandi í dag ef hann hefði gert eins og forverar sínir og farið bara til Flórída. Salerno og aðrir mafíufóringjar vilja skipta út Spillane fyrir Jimmy Coonan og telja hann verði þægilegri viðskiptafélagi. Mafían var aldrei að fara að láta svona tækifæri renna sér úr greipum og talið að þeir hafi grætt $100 milljónir á byggingu ráðstefnu miðstöðvarinnar og við höfum að taka með reikningin, þetta í kringum 1980, þannig $100 milljónir þar er í dag allavega eitthvað töluvert meira. En þetta voru umtalsmiklir peningar sem skipulagðir glæpir náðu þannig að soga út úr þessari framkvæmd. Á þessum tíma Coonan að reyna að lokka til sín fyrrum bandamenn Spillane. Eddie the Animal Kominsky var einn af þessum mönnum sem Coonan náði yfir til sín frá Spillane-hópnum. Eddie Kominsky var á mörgum talin jafnvel hættulegri en Coonan sjálfur. Algjörlega 100% miskunnarlaus morðingi og nauðgari. Þú vinnur þér ekki inn hérna vinnur ekki inn gælunar með svo dýrið í undirheimunum hann í New York á þessum tíma nema þú sért virkilega grófur. Í gegnum árin hafði Spillane alltaf getað treyst á villitir í Kominsky. Ef var eitthvað virkilega erfitt verkefni þá var Kominsky sendur í það. En hann stór ástæða þess hvernig Spillane náði að halda uppi lögum og reglum í undirheimunum í Hell's Kitchen. Meira að segja kaldreiðustu morðingjar hverfisins voru skítræddir við hann. Samkvæmt vitnum þá stundaði Kominsky það að dópa upp ungar stelpur og nauðga þeim meðvitundarlausum. Þetta komst hann upp með því hann var hluti af Spillane-mafíunni og í raun aðal böðullinn í hverfinu. Sem sagt algjört úrþvætti sem sveifst einskis eins og svo margir sem koma fram í þessari frásögn. Kominsky og Coonan þeirra sambandi svolítið svona, Kominsky verður svolítið eins og svona stóri bróðir Coonan og kennir honum hin og þessi undirheimatrix. Meðal annars hvernig á að búta niður lík og farga þeim. Vestis urðu einmitt frægir fyrir að skilja eftir sig líkamshluta fórnarlamba sinna út allan New York. Þetta töluvert fyrir þann tíma að DNA-rannsóknir skipti sköpun við laust sakamála. Corpus delicti, ekkert lík, ekkert morð. Ef ekkert lík fannst var erfiðara á þessum tíma að sanna hvort nokkur glæpur hafi yfirleitt verið framinn. Þetta vissu Coonan og félagar þóttu oft ganga fulllangt í þessum slátrunum sínum og bókstaflegu slátrunum. Vitni tala það að þeir gengu alltaf lengur og lengur til þess að sjokkera hvorn annan, sjá hver var í fyrstu til að láta slá sig út af laginu. Coonan borðaði meðal annars pizza eftir eitt verki með blóða putta. Þetta gerði hann bara til þess að sýna hve mikill klikkus hann væri. Það var nefnilega aldrei neitt skortur á klikkusum í Hell's Kitchen og einn af þessum klikkusum var maður að nafni Parry Dugan. Eins og með svo marga í þessari atburðarás eru ótal ofbeldissögur til af Dugan og fólk var skítrætt við hann. Eitt skipti fór Dugan blindfullur upp á þak með nýja leikvangi sitt, M1 Carbine til að skjóta dósir. Allir sem voru eitthvað í Hell's Kitchen á þessum tíma voru vopnaðir og góður glæpamaður byrjar að sjálfsögðu að því að venjast skotvopninu, svo það komi að sem bestu notum þegar á reynir. Dugan hann upp á þaki og sér að það svartur melludólgur kominn inn á svæðið þeirra og hann ákveður að láta reyna á skotfimi sína. Almennt var það ekki vel liðið og í raun ekki ennþá í dag þegar glæpamenn úr öðrum hverfum eitthvað að sniglast inn á svæðið, ekki nema þá fá leyfi og Dugan þarna lítur á þetta sem móðgun. Hann tekur sig til og ákveður að skjóta og hittir svona óvænt dólginn beint í höfuðið af mjög löngu færi. Hann bjóst ekkert við því að hitta en var himinlifandi með skotið. Allir vinur hans alveg fóru á taugum og hlupu í allar áttir niður en Dugan hins vegar bara hlæjandi gengur frá rifflinum í hokkítösku, labbar niður á götu og fylgist með atburðarásinni. Á sama tíma hann þykist ekkert vita, en enginn heyrði byssukvellinn eða áttaði sig nákvæmlega því hvað hafði gerst þegar hausinn á manninum bókstaflega sprakk á miðri götu.
Það nóg af skítsegum í þessari frásögn og Pari Dugan var svo sannarlega einn af þeim. Dugan vann meðal annars fyrir kúnan og hjálpaði honum að kúga pening út úr fyrirtækjum og einstaklingum í hverfinu. Eitt af því sem þeir gerðu oft var að ræna smáglæpamönnum og heimta lausnafé. Þetta í raun og veru einföld fletta og ég veit að þetta hefur verið gert hér á landi en mannrán eða sem sagt fjárkúnun sett þannig fram að glæpaforingjar eins og Jimmy Coonan þurfa að bjarga viðkomandi frá geðsjúkum glæpamönnum. Fyrir það fá þeir auðvitað pening og segjast ætla hérni frá munu vernda viðkomandi gegn svona mönnum. En það sem fórnarlambið veit ekki að sami glæpaforingi sendi þessa menn á þig til að berja þig í klessu, ræna, jafnvel pynta og þeir eru allir saman í plottinu. Það sem Pari Dugan gerir hins vegar það að hann heldur áfram að kúga einn eiturlyfjasala sem þeir rændu eftir að hann borgaði kúnan verðunargjald. Þarna erum við einmitt komin með þessa svona nýju kynslóð af glæpamönnum sem taka engum sönsum. Heróín og kókaínfíklar eins og Pari Dugan hugsa ekkert afleiðingar gjörða sinna. Þeir hugsa bara næsta skammt og ekkert mikið lengur en það. Dugan var einmitt frægur á þessum vímuefna túrum sínum að það var engin óhultur nálægt honum, ekki einu sinni hans eigin foreldrar þorðu að vera nálægt honum. Aðeins nokkur vikum seinna eftir að hafa virt að vettu í skipan í kúnans að láta fórnarlambið vera, eða þetta í kringum einhvern tímann hausti 75, myrðir Pari Dugan besta vin sinn að nafni Dennis Curley. Morðið framdi hann í ölæði og var víst eyðilega maður eftir það og eftirsjáin mikil. Dugan mætti meðal annars í jarðarförina þrátt fyrir að stór hluti af gestunum vissi alveg hvað hafi gerst og hver hafi myrt í raun og veru þann sem var verið að jarða og Dugan grét eins og ungabarn, hann var algjörlega niðurbrotinn. En það sem var kannski verst við þetta fyrir hann Dugan var það að Kominsky, Eddie the Animal Kominsky, leit á Curley sem svona litla bróður sinn, efnilegan glæpamann sem hann hefði tekið upp á sína arma. Þessi Curley var svona, þótti vera góður söngvari og hann og Kominsky voru oft svona, sátu oft saman á sumbli og sungu saman og Curley spilaði á píanó og svona. Þetta var vinsæll náungi og fólki fannst þetta bara vera algjört óhæfu verk, þrátt fyrir að morð séu svo sem ekkert nýtt þannig í Hell's Kitchen á þessum tíma, þetta hvernig var að þessu öllu staðið og það besti vinur hans skuli hafa gert þetta, æsku vinur. Þannig að Kominsky alveg brjálar, hann lætur það berast út að hann ætlar að pynta Dugan til bana í hefndarskyni fyrir morðið. Og Jimmy Coonan, hann að sjálfsögðu á sama tíma kominn með leið á Dugan og sér þarna tækifæri, ég fer með Kominsky að drepa Dugan og þannig meiri líkur að Kominsky verði svona hluti af mínu gengi. Það akkurat það sem gerist, Dugan og Coonan og Kominsky, þeir fara á stað og ákveða það að drepa Dugan saman. Þessi nýju viðskiptafélagar ákveða að gera fordæmi úr Dugan. Það ekki nóg að skjóta hann í hnakkan og skilja hann eftir í ykkur húsasundinu. Þeir þurfa að gera eitthvað drastískt. Þeir þurfa að senda skilaboð. Coonan og Kominsky vita að Dugan krassar oft eftir djammið hjá Billy Beattie sem einnig meðlimur í Vestís, ákveðinn að plata hann í heimsókn. Þeir treysta ekki alveg Beattie, þeir ekki alveg viss það hann muni reyna, hvort hann muni reyna að vara Dugan við því þeir voru vinir. Þannig þeir ákveða bara að ryðjast inn í íbúðin hjá Beattie og bíða eftir að Dugan komi. Klukkutímum saman liggur greyið Beattie í baðkarinu á meðan þeir standa yfir honum með skambyssu með hljóðdeyfi. Það líða nokkrar klukkustundir og Dugan kemur blindfullur inn og sér það og veit alveg hvað að fara að gerast og þeir töluðu það einmitt Billy Beattie, hann vitnaði það seinna með að Dugan virtist bara vera búinn að sætta sig við örlög sín og eiginlega glottir framan í þá þegar þeir beina skotunum að honum, en hann skotin í hausinn og þarna sýnir Kominsky Coonan hvernig á að skera lík í sundur, en Kominsky var lærður slátrari og kunni vel til verka
og miðlaði kunnáttu sinni áfram til Cúnans. Þeir drepa ekki Beatty en ákveða bara að treysta honum sem raun og veru eftir á að hyggja þeir hefðu átt að gera en eins og ég sagði áðan það þurfti að gera ákveðið fordæmi úr Dougan og það var ekki nóg að láta hann bara hverfa. Þannig þeir eftir að þeir eru búin að skera niður þá skera þeir kynfærin á honum og setja í mjólkufernu og setja höfuðið á honum í svona keilukúlutösku og labba með hann inn á næsta bar. Barinn er bara fullur af fólki og þeir fá sér drykk á barnum og labba svo út. Og þetta gera þetta er alveg útpælt hjá þeim, þeir gera þetta bara svo að allt hverfi viti hvað gerist ef þú ferð yfir strikið. Þetta er náttúrulega ömurleg örlög, jafnvel fyrir mann eins og Pari Dougan. En allt Hell's Kitchen hverfi var fyrir löngu búin að fá leið á honum og öllu kjaftæðinu sem honum fylgdi. Eins óhugnalegt og morðið var þá ríkti ákveðin sátt meðal íbúa í Hell's Kitchen þessi málalok. Óðir hundar eins og Pari Dougan eiga ekkert gott skilið samkvæmt þeim. Tæpu ári eftir morðið á Dougan er Kominsky myrtur af áðurnefndum Joe Sullivan. Genovese fjölskyldan á þessum tíma myrða alla þá sem standa Spillane næst og treystu því ekki að Kominsky væri búinn að slíta öll tengsl við gamla gengið. Það má færa rök fyrir því að Kominsky hafi verið myrtur fyrir mistök þar sem að ítalska mafían var búin að sætta sig við Jimmy Coonan sem næsta stjóra Hell's Kitchen og vissi ekki að Kominsky væri búinn að skipta í aðra áhöfn. Sumir halda jafnvel að Jimmy Coonan sjálfur hefði verið með í ráðum hann og vilja losa sig við Kominsky sem er heldur ekkert ólíklegt, alveg í takt við hans karakter en allavega Eddie the Animal Kominsky er myrtur þarna 1976. Þótt Spillane sé vængbrotinn hann ákveðin ógn meðan hann er lifandi og þetta vita Ítalarnir. Salerno leitar til Roy DeMeo og biður hann að myrða Spillane. DeMeo enn í dag, rúmum 40 árum eftir að hann var myrtur, goðsögn í undirheimi mafíunnar og ég mun 100% gera innslag þennan mann. Mér finnst líklegt að ég muni næsta myndband mitt verði Roy DeMeo og Gemini gengið. En þrátt fyrir þannig að DeMeo gengið í raun og hluta Gambino fjölskyldunni en Fat Tony náttúrulega yfir Genovese fjölskyldunni þá svona samvinna milli fjölskyldunnar 5 ekkert óalgeng. Það alveg minni líkur að vera hægt að reka eitthvað til þín og notar einhverja menn úr öðrum fjölskyldum þannig að svona menn voru oft að lána morðingja sín á milli. DeMeo hafði unnið með Spillane og þeir voru ágætis kunningjar. En þannig það nú oft í þessum grimma heimi, það gjarnan vinurinn eða félagi sem drepur þig. Í ágúst 1977 Spillane skotinn til bana fyrir utan heimili sitt í Queens af DeMeo og skósveinum hans. Í kjölfarið Mickey Featherstone handtekinn og ákærður fyrir morðið en réttilega sýknaður af kviðdómi. Strax eftir morðið á Spillane hringir Roy DeMeo í vin sinn, Jimmy Coonan, og segir honum gleðifréttirnar. Jimmy Coonan hamingjusamur en svín í skít. Orðinn glæpaforingi yfir Hell's Kitchen og maðurinn sem svívirti far hans loksins dauður eftir öll þessi ár. Mafían hélt að Coonan þægilegri en Spillane til að eiga við en þeir áttu reyndar eftir að kynnast öðru. Vissulega vildi Coonan góð samskipti við mafíuna og vissi að þeir gætu drepið hann hvenær sem þeir vildu. En Coonan hafði háleit markmið og segist einskis til að ná sínu fram. Hans nálgun var einfaldlega sú að skilja eftir sig nógu klikkað slóð af líkum svo Ítalarnir myndu vilja nota sér orðspor hans til framdráttar. Þrátt fyrir að ítalska mafían væri agaðri og yfirvegaðri en Vestis fannst þeim spennandi að vinna með og notfæra sér styrkleika klikkusan úr Hell's Kitchen. Það var alltaf ákveðin dulúð sem fylgdi Vestis og mafían vissi ekki að þetta væri einungis 12 virkir gaurar eða svo sem ekki neitt í raun og veru með allan þann mannafla sem þeir réðu yfir. Að einhverju leyti tókst þessi markaðssetning hjá Coonan því að þetta enda náttúrulega með því að mafían í raun og veru vill fá hann í samstarf. Þá hérna hluti 1 búinn hjá mér og í næsta myndbandi, part 2,
Ætlum við að byrja á því hvernig gekk hjá Kúnan og Vestdís eftir morðið á Mikilspeleinum?